sem við lærðum í þeim var það að til þess að þessar upplýsingar sem að þarna verða til, sem eru gríðarlega dýrmætar, svo framarlega sem við vinnum eitthvað með þær, því að þetta er svona, þetta er þráðurinn sem við höfum til þess að geta brugðist við og voru sem krökkum til hjálpar. Þá þarf að vera til innan skóla, eins og framhaldsskóla, eða sveitarfélags. Það þarf að vera til einhverjir ferlar eða einhverjir farvegir sem hægt er að setja svona mál í. Þannig að maður geti létt af sér þessum upplýsingum sem maður hefur og maður geti mögulega séð hvernig hægt er að grípa inn. Og þess vegna er það svona mín skilaboð inn í þennan hóp og Birgis og þeirra sem stýra hér skóla að það sé tryggt að svona leiðir séu til. Vegna þess að þetta getur hreinlega verið spurningin fyrir marga krakka og þau vera smá dramatískur, spurningin líf og dauða. Nú þekkja allir kennara það og vonandi helst allir þegar þeir heyra það að beint eða óbeint á einhverjum nemendum sínum, kennarinn minn bjargaði hreinlega lífinu. Kannist við svona yfirlýsingar. Þetta er bara eitt af því líka að upplýsingarnar sem tengingin sem þið fáið, hún er svo dýrmæt en eingöngu ef hún leiðir til einhvers. Ég er ekki að segja að þetta sé lausnin á öllum, en komi þetta ekki til, þá er þarna verið að vannýta gríðarlega mikilvægt tækifæri til þess að grípa inn. Og það sem við lærðum, og tala ég eins og gamall öldungur, sem er kannski róðinn, á þessum tíma, var það að það dugði heldur ekki að loka inni í stofnunum eins og skólum eða hverju svo sem það voru. Ef þetta var að ræða einhver mál sem voru ofviða viðkomandi, eins og bara skóli er ekki meðferðarstofnun. Og hvað ætlar maður þá að gera við mál? Þá komu tengingar í gegnum félagsmálayfirvöld, eftir sem ánægðan að hitta fjölskyldunum til eða hittur það ekki, á eftir. Það sem ég mun hafa svona einhvern svipaðan söng uppi það að það séu líka ljósir ferlar og það sé að bjargir eða leiðir fyrir þá ykkur og fyrir skólan og fyrir íþróttastarf, verslunarstaði til þess að grípa þarna inn. Nú, þetta er það sem ég vildi fá að segja upp á. En mest langar mig til þess að fá að bara eiga við ykkur samtala þegar við höfum ekki rosalega tíma til þess að verði í þetta og vísintilbúin, það er svo margt að dagskrá. En þetta er rauninni úrræðin, eða þar sé að þetta eru vinklarnir sem við höfum til þess að skoða þessi mál í. Og spurningin, hvar viljum við setja púðrið? Ætlum við að fara inn í forvarnirnar til þess að reyna sem næst að koma í veg fyrir að hlutirnir þróist í það að þurfa erfiðari úrlausna við? Eða ætlum við bara að bíða róleg og þangað til að við erum komin í efsta flokkin og hlaupa þá til. Svona sem forvarnarmaður sem kvartar á kveinastundum, þá finnst mér svolítið þetta að vera línan, að við bregðumst ekki við fyrir við erum komin allavega í þyngsta hluti. Þá kemur ákallið. Við þurfum aukna meðferð fyrir börn og ungmenni og við þurfum hitt og þetta. Eitthvað sem er auðvitað samfélaginu rándýrt en líka þeim einstaklingum og fjölskyldum sem að eiga í hlut. Og þess vegna er ég að tala við ykkur og aðrar fyrstæða aðila þetta tvennt, það er að segja forvarna þáttinn og íhlutunum. Bregðast við strax og eitthvað liggur fyrir. Og ég ætla nú bara að skauta hratt í gegnum tvær glærur til viðbótar og það er þannig að við höfum mismunandi sóknarfæri í þessum vettvangar, skulum við kalla, í þessum efnum. Eins og hér erum við með
skóla og fjölskyldur og nærumhverfi sem er hérna í miðjunni og það er þetta sem ég er að horfa á svolítið með ykkur núna. Ég fæ ofta að heyra, og þið náttúrulega fyrst og fremst sem að vinnir í skólakerfinu og sem það er í grunnskólum eða framhaldsskólum, ef eitthvað bjátar á í samfélaginu, við skulum bara auka fræðslu, þannig skiljið þetta. Skólinn á að leysa þetta. Þegar við hinir vorum að klúðra, þá skólinn að leysa þetta. Það er ósanngjarnt, en staða ykkar er ofboðslega sterk sem er niður í þessu mengi öllu saman. Hvort sem það er að vinna með þekkingu eða vinna með líðan, og við erum að átta okkur betur og betur á tengslum til dæmis líðanar, hlutir eins og áföll, einelti, geðræna tengsl þessa við til dæmis fíknimengun. Og það þýðir þá það ef við ætlum að setja forvarnagleraugun á þetta, þá reynum við eins og hægt er að vinna með þessa þætti, grípa inn í, því það þekkir engin betur hópinn heldur en þið og einstaklingana líka. Þið þekkir samspilið. Þið vitið að því þeir eineltir í gangi, það ekki. Þið finnið fyrir því, þið sjáu það og svo framvegis. Og síðan, af því að hér er einhverjir úr tómstundageiranum líka, að þá er þetta vinna með þetta líka í gegnum áhugamál og tómstundir. Mjög öflugt. Og við eigum orðið alveg ótrúlega öflugt fólk í tómstundageiranum hjá okkur. Bæði við erum menntun, tómstundafræðingar komið til og aukist, og bara fólk sem kann svakalega vel til verka. Og þetta finnst mér að við þurfum, á sem að sé náttúrulega vilja velta öllu yfir á hvorki þá frekar en aðra, að við þurfum að nýta fólk sem að kann til að verka. Aðeins fleira sem að snýra af skólunum, sem að fela í sér vísbendingar. Við sjáum það að við þurfum að skoða sögu. Það er eitthvað sem ég hef gert og ég gerði hér árum áður þegar að vinna meira svona í meðferðar og ráðgjafa þættum og hlutverkinu. Það var að reyna að búa mig til einhverja sögu, einhverja narratífu hjá krökkunum sem ég var hjá. Þetta var meira og minna gegnum gangandi. Þetta var gegnum námsframvinduna í skólanum og þetta út. Nú heitir þetta skólaform, þetta er skóp þegar ég var í skóla. Það er hægt að mæta í skóla. Allt vísbendingar það að þarna þurfum við að bregðast við. Ég vil bara sýna ykkur hérna. Eitt hérna. Ég vil bara afsaka að þetta 4 tíma prógram sem við sjáum hérna hjá okkur. Þannig ég ætla ekki að fara í gegnum það. Ég sýnum hérna eina mynd, þar er austina. Skóli. Það er talað það að áhuga á vímuefnaneysla á Íslandi sé að aukast. Það er bæði rétt og rangt. Þess vegna voru svona svolítið vandræðalega deilur hérna í fjölmiðlum ekki fyrir löngu, en það voru bara rífast það. En það var kannski það þegar fólk grípur í annað ranan á bílnum eða eina löppin og heldur að þekkja allan bíl. Þetta var þetta sem vantaði inn í að það sæju bílinn. Samkvæmt öllum gögnum, og þetta er bara gögn sem við sem erum að vinna í þessu, við verðum bara að gefa tími að skoða. Við erum með kannanir, eins og þessum að til dæmis að háskólinn er að gera núna á evrópska rannsókninni ESPAT sem að við hefum stundum verið að vísa í. Við þurfum að skoða þetta, við skoðum upplýsingar frá lögreglunni, við skoðum upplýsingar frá barnaverndaryfirvöldum, við skoðum upplýsingar frá meðferðarstofnunum, til dæmis, og svo framvegis, til þess að við höfum einhverja heillega mynd af því sem er að gera. Núna segir þessi vinna okkur tvennt. Það er jú merkjanlegur aðeins munur á því að börnum sem byrja á grunnskólaaldri að nota áfengi en líka aðeins önnur efni, þeim er að fjölga. Ekki stórlega. Það er engin
engin sveifla sem að mögulega gengur ekki bara tilbaka af sjálfsdáðum. Við sjáum þetta mjög mikla aukningu í notkun á nikotín gegnum húðana og það. Það hefur rokið upp á sama tíma og reykingar hafa nánast bara þokkast út hjá þessum aldursflokki, svona nánast. Það sem við sjáum hins vegar, og það er svona það sem að kraumar undir niðri, er að hópurinn sem er kominn talsvert langt í sinni neyslu, staða hans er að þyngjast verulega. Og í því ljósi þarf svolítið að skoða ákall aukna meðferðar, aukin meðferðarúrræði og svo framvegis. Þessi hópur er að þyngjast og efnin sem krakkarnir komin í eru bara orðin, og ég er ekki að fara með að segja einhver efni séu góð, þau eru bara að verða andstyggilegri heldur en að við þau áður sig. Og þá má nefna bara sterku stillandi lyf sem hafa verið, læknislyf sem hafa komið á markað. Það eru mörg ár síðan við vorum með nemanda sem hafi verið forfallið morfín. Já. Þannig að þetta er ekkert, það er okkur bara verið ekki verið, það er alveg verið. Algjörlega, þetta er svona þessi stóra mynd. Við finnum fyrir þessu núna og við finnum fyrir því þá annars vegar og við þurfum að vera á tánum varðandi af því að við sjáum að það er smá aukning hjá yngri hópnum sem snýr auðvitað meira svona í æskulýðs- og íþróttastarfi og grunnskólunum og bara foreldrum í sínu daglega uppeldisstarfi. Og síðan er hinn þáttur og þar er ég svolítið að horfa til ykkar eins og þið kannski heyrið þar sem að einkennin þarf að koma í ljós. Til dæmis þetta með skólaforðunina sem er en gríðarlega sterk vísbending þegar einhver fyrir allt í að hætta bara að mæta. Það er ekki hægt að finna neina beinar ástæður eða rök fyrir því af hverju svo er. Að þá er hann að leyfa sér að hlusta á þessa bjöllu, ekki að fullyrða með sér hvorki út af við inn á við að þetta er málið, en þetta er alveg svakalega sterk vísbending þegar svona gerist. Eða svona þetta gamla góða þegar allt í einu maður tekur eftir því að einhver nemandi hann svona hættir einhvern veginn umgangast vini og félaga sem hann gerði áður. Það er líka annað sem maður sér ekki síst í tómstundastarfinu sem maður sér. En þetta er svona ástæðan fyrir því að við erum svolítið að hjálpa við að við sjáum þetta ástand vera að versna og það versna býsna hratt stuttum tíma að þessi hópur er að þyngjast. Og nú er ég ekki að segja að hann sé að þyngjast endilega, skiljiði hér, heldur er þetta meira við erum að koma þessum skilaboðum sem mest bara út í samfélagið að við verðum bara að gera svo vel að leyfa okkur að vera vakandi og helst að vera tilbúin. Við kunnum þetta, við erum búin að vera þarna, þannig að við eigum að geta stokkið á skrimslið þegar það vaknar. Við eigum að geta þessi þróun sem hefur átt sér stað þetta eru bara einfaldur mynd tekin beint úr skýrslunum frá Espad, hvernig það hefur verið að gerast á hinum Norðurlöndunum frá upphafi frá því að Espad fór að mæla árið 1995 að þið sjáu að það er allstaðar sama tilhneiging, það er allstaðar sama þróunin í svona öllum aðalatriðum og þetta er svona þetta glóbala og svo kemur. Já, svona sem alltaf fyrir mig, þú varst að tala mikilvæg þess að væri rauninni góðir ferlar á hverjum skóla fyrir sig og ég er svona pínlítið líka að beina spurninguna bara okkur sjálfum. Ætla séu svipaðir ferlar í öllum framhaldsskólum? Þetta séu svona ákveðin stað að það er hver og einn skóla að nota þetta fyrir sig? Já, af því ég er lánsamur, ég fekk að vera með í allri þessari þróun. Ég byrjaði að vinna þessum málum 1979 í október og fekk áfall. Ég gekk inn í þetta sem var að lýsa fyrir krökkunum hérna á það sem voru það þegar Halldærisbanið og besta
háskóla og þetta heiminn væri bara frásann og einfaldur fræðilegur og allt þetta að ganga inn í þetta umhverfi. Þannig að eitt af því sem við gerðum, og við líka einhvern veginn kannast við það þegar ég er gamall, að framhaldsskólarnir, þeir voru sérstaklega teknir fyrir. Við vorum bara heppin með það og menntamálaráðuneytið kom þar inn í og ég var ráðinn í hlutastarf tíma. Við komum á fót hjá sem voru til dæmis kallað jafningjafræðsla framhaldsskólanema sem síðan svolítið skoðanar út. Það var verið að virkja krakkana í umræðum þessi mál. Þetta voru ekki bindindisfélög, þetta fyrst og fremst fyrir opna umræðuna, þess að hún væri ekki einhvern veginn í einhverju fífla umræðustíl. Okkur tókst líka að koma á svona systemi, kerfi sem að gera það verkum að langflestir framhaldsskólar, og líklega allir í einhverjum mæli, voru með eitthvað starfsheiti hjá sér sem heitir forvarnafulltrúi. Þessir forvarnafulltrúar voru, og ég á ennþá svona handbók fyrir forvarnafulltrúar sem við byggum til á þessum tíma. Það leiðarvísir og leiðbeiningar fyrir hvað forvarnafulltrúar að gera þá í það kerfi. Það er alltaf. Og þessir forvarnafulltrúar höfðu það hlutverk að vera, þessi bekkur sem starfsmenn skólans gátu til sér á og rækti trúnaði við forvarnafulltrúa. Og síðan ef málin voru þess eðlis að það þurfti meira til, þetta var ekki bara að vera svona almenn hvatning og stuðning með nemanda, en þá kom skólameistari inn í myndina og mögulega fleiri. Þannig að þetta var tiltölulega létt í framkvæmd. Þetta var ekki eitthvað þungbátt, þetta var meira bara þegar, eins og ég var að segja, þegar kennari sér eitthvað svona gera, þá veit það að ég get talað við einhvern tiltekinn starfsmann í skólanum sem hefur þetta hlutverk og ég get sagt hvað sem er, því ég er ekki að kjafta frá, því ég er ekki að brjóta trúnað, því það er bara trúnaðan í starfsmann sem er með mikilvægar upplýsingar. Þannig að þetta er raunin bara hægt næstum svona að búa þetta til að það ekki vera mikið búa slíka. Ég var bara að pæla í þessum tölur að þau eru 120%. Það er ekki bara hægt að fara upp í 100. Já, ég veit það ekki, það er kannski hefur myndin litið betur út. Já, ok. Þrátt fyrir að fara í 800%. Já, þá er náttúrulega línan mjög þá er mjög lítið að gerast að meira gerast 100 og eins og staðan er, ég held að þetta sé bara eitthvað svona útlits dæmi, þetta er búið að vera svona aðeins frá 95 120. Og þá erum við enn og aftur svolítið í þessu. Við erum ekki endilega að sjá mikla aukningu, það er að segja í hvað köllum við þetta, það er einhver að bætast í hópinn, það er alveg bara að bætast fyrir mann. Við erum ekki að sjá nýliðun, við erum ekki endilega að sjá mjög mikla nýliðun í hópinn, en það er aðeins, það er alls staðar örlítið, en það er ekki þannig að við séum að stökkva til og bókna höndum. En enn og aftur að það er hópurinn sem er kominn svolítið áleiðis í sinni neyslu, hann er að koma aftur inn í kannabisinn líka.
það sem að þvælist fyrir það líka það tvennt að kannabisið sem að er núna og þess vegna var nú þetta verkefni okkar bara gras, það var til á sínum tíma þegar maður voru að segja gjarna sko krakkarnir hvaða vesen það, ég nota bara gras. Þannig að við settum að við bara gras og spurningarmerki og gengum síðan út frá því og byrjuðum hvað er á bakvið það. En hvað þá? Það sem að þetta bara gras sem að er í tilfæri í dag er svo margfalt öflura, sterkara heldur en grasi sem var í gangi þegar ég var ung. Og þetta er bara ekki komið almennilega til skila. Þá vissum við nokkurn veginn hvað hvert gramm þýddi mikla vín og svo framvegis. Þannig að þetta svo kallar THC-gildi í grasinu sem er núna, kannabisinu sem er núna, er bara miklu sterkara. Þannig að þau eru að fara inn í, það er að segja þau eru að taka inn í sig hvað er miklu meira magn af efnum heldur en áður. Og ég á stundum samtöl, ekki síst við svona stúdentskalla, feður og afa sem segja að það var pepsin og stundum smá jónu og var ekki meint af. En við það fyrst eina jónu á þessum tíma, þá voru það á bilinu 6 til 10 jónur í dag, á nákvæmlega sama tíma og tókst eina. Og þetta gleymist svolítið að taka með í reikninginn og þegar ég ræði við krakkar sem alltaf bara viðurkenna ef ég reiki á til þau bara hrökka við. Það er bara, það er pælt í þessu. Já, ég ætla bara að spyrja. Að nú er þetta svolítið breytt landslag frá því fyrir einhverjum kannski 40 árum. Eru þið mikið að heyra að þessi krakkarnir sé að normalisera það að reykja gras? Meira heldur en var áður. Og er það sem er að koma aftur. Já. Sem er að koma aftur. Og það er þess vegna sem vildi aðeins draga upp það sem ég var að reyna að gera áðan, þess að því við krakkana að ganga út frá þessum svona þremur hópum að reyna að virkja miðjuhópum sem getur farið að skilja svona aðeins að tala inn í hinn hópinn, því að þau sem eru komin í neyslu, þau láta ekkert svona liðið eins og Kjartansson segja sér einnig. Þau geta þetta. Og ég er alveg því að það er reynt að baka mig alveg hreint svoleiðis bara reyna að draga fram hvað ég viti óbúslega lítið sem mál, með því að keyra mig niður. Þannig ég getur ekki ímyndað mér hvernig það er gagnvart hinum sem hafa ekkert pælt í þessu. Að þá er auðvelt að normalisera. Við erum ekki að hlusta á það kjartaði þetta svona, þó að sé 99% full sem það er að segja. Og það er þess vegna sem ég er að horfa á þennan miðjumring að reyna að virkja hann, því hann er í talsambandi við báða hina hópa. En þetta er rétt sem hún segir. Við finnum þetta í þessum hóp. Þau eru að vera að gera lítið úr þessu og hvað er svona 2 ár síðan eitthvað sem að þessi verkjastillandi efni eins og Oxycontin og fentanil og þetta tók þessi mjög eftir þeirri umræðu og alltaf fullu að þá fekk maður bara stundum að heyra það maður að tala um krakkana við erum ekki dópistari svona, við erum bara í grasi. Þannig að þá svona fekk ég flashback frá því fyrir 40 árum síðan, þá er þetta aftur komið. Þannig að við þurfum einhvern veginn að finna, ekki bara ég eða við þessir almenningar sem erum að reyna að tuða, þetta við öll að vissum svolítið að bregðast við. Við leyfum ekki, það er svona fínt orð að tala um upplýsingaóreiðu, því ég segi því bara bull og vitleysa, að leyfa þeim líka. Við berum svolítið ábyrgð líka að bregðast við. Ég man eftir því þegar við vorum að inn í þessu vorum að vinna með, vorum að byggja upp forvarnafulltrúasystemið eða netið í framhaldsskólanum. Þá sagði forvarnafulltrúinn frá því að hélt eitthvað svona, ræddi eitthvað við sína krakkamál sem líka bekkjarkennari og þau fóru inn á netið, leituðu að einhverjum síðum sem áttu að fjalla um kannabis, þá var það efni fyrir utan áfengi. Og
fann einhverja síðu, kannski var hann búinn að undirbúa sig eitthvað áður. Og þar var einhver John Johnson við einhvern virtan háskóla sem geti eitthvað. Svo fór að leita þessum háskóla. Hann fannst ekki. Það var ekki til í heiminum. Skildi, þá var þetta bara einhver bullgrein, búin til, og látið hljóma vel að doktor einhverjum PhD í einhverju rosalega flottu við virtan háskóla. Háskólan var ekki til í heiminum. Til að svona, þannig að þetta með upplýsingu óreiðin og bull og vitleysu, þetta er ekki nýtt. En hún sagði sem var svo ánægð með þess að vá, mér fannst í skóla svo fritt. Og sýndi hún krökkunum hvað var verið að hræra í hausnum á okkur. Með því að búa til svona, var einhver sem bara gaman að þessu. Það hafði engan ágóða því annan en ávinninga því annan. Þannig að þetta er svolítið líka að koma. Það byrjuði auðvitað að draga þetta. Við erum aftur að fá þetta þar sem að vera að tala niður. Við höfum tekið svolítið slag líka varðandi áfengismálin, sem við kannski tekið eftir varðandi netsölur á áfengi, svona hópur, nokkuð harðsnúin og við grimmið í þessu, af því að það felur í sér svolítið bakslag líka og sérstaklega verið að færa þetta inn á íþróttastarfi og í því felst rauninni bara sem verið að tala svolítið niður normalisera. Og ég segi mér að ok, hvað erum við þá að segja sem foreldrar og samfélag eða bara sjálfsagt mál að tengja þetta saman og við erum búin að vera tuðum það í áratugi íþróttir og óþróttilega sterkar og góðar forvarnir. Eða þetta sem maður vilja tengja, ef það ekki bara skilja á milli fyrir bara þá allir íþróttamennirnir, þá bara gildir eitthvað annað þá heldur en börn og ungmenni. En að maður sé ekki talandi þarna tveimur tungum og jafnvel fá fjármagn í skyni að það sé verið að vinna á svo gott forvarnarstarf sem íþróttir er. Bara ekki misskilja það svo framalega sem að þær eru notuð sem slíkt verkfæri í því skyni. Orðlaust og gubbur líka. Já, er íþróttir gott forvarnarstarf? Ég man ekki betur en að það var býsna mikið drukkið í gamla daga í íþróttaferðum. Það er rétt. Þetta var eitt af því sem við tókum alveg á í gegn og því segir við, þá er ég ekki bara að tala um þetta mig, þetta er bara samfélagið. Það var skal ég segja þér, áfengisneysla á keppnisferðum og að því ég búin að vera hættur núna en vera virkur í íþróttastarfi handboltageranum að sé lengi og þetta kom alltaf upp á og til, við bara lokuðum alveg á þetta. Það tók ekki nema einhverjar fá vikur, það var bara lokað á það. Á þann hátt, þjálfararnir báru alla ábyrgð á því að hlutirnir væru í lagi. Ef eitthvað klikkaði, þá var viðkomandi barn, eða íþróttariðkandi, þetta var átti ekki við fullorðna fólkið, við erum að greina þar á milli, það er svona eins og liggur línan. Þá var viðkomandi barn sent heim, samstundis og foreldrar látnir bera ábyrgð á því að sækja það. Þetta tók bara engan tíma. Þetta þurfti bara skilaboð og eftirfylgni. Þá allt í einu var þetta ekkert mál. Af því að áður höfum við svolítið þess að þú réttilega segir, látið þetta viðgangast. Þetta var lítið mál og hefur lengstu verið í svona einstaklingsíþróttum eins og frjálsum, miklu erfiðar í bolta. Þetta var miklu erfiðara, það er gengið lengra. Þetta sama gerði líka varðandi framhaldsskóla þolfin. Þá voru alls konar kerfi, alls konar aðgerðir sem höfðu það markmið að draga bæði að stoppa það sem vildu bara inn og örva eða hvetja þá sem vildu vera edrú og vildu bara fylgja því eftir. Það var sett upp edrú pottur, einhver sem mann fyrir slóðis. Þá sett maður nafnið sitt í pott og gegnum við verðurinn í restina. Það var svona alls konar leiðir sem voru farnar til þess að fyrst og fremst að vekja umræðu. Ekki það að það myndi leysa málið, bara til þess að lyfta þessu upp. Í nokkrum skólum voru stofnuð edrú félag. Ég kom inn í einhverja skóla þar sem voru krakkar sem höfðu farið í meðferð. Það var svona þess að liðsinna þeim, þannig að þau voru svona ekki endilega í þeirri meðferð, þau voru svona byggja upp svona sig félagslega, byggja upp svona meðferð og var svona hjálpaði með það til að finna leiðir, þannig að það var alls konar í gangi. En svona það sem að fyrir mér vækir er það að við komum aðeins framar, við þurfum ekki svona margt eins og væri í gangi þá, það var náttúrulega bara
allt í gangi á þessum tíma. Fjölgun meðferðarúrræða, plássa fyrir börn og ungmenni, við hækkuðum sjálfræðisaldurinn úr 16 í 18, það var allt í gangi. Munið þið útivistartímanum? Ég fæddist úr landið á þessum tíma og var bara í stjórn skóla til þess að kynna þessar hugmyndum útivistarreglur og maður fekk stundum sko búmorinn fyrir að vera bara talsmaður lögregluríkis og svona, hver á að sjá að koma bátunum heim, á að fjölgi lögregluríkis, maður fekk svona alls konar hluti. Er eitthvað tuðið í útivistarreglum í dag? Já, kannski börnin. Það skiljið hvað er að fara. Þetta er svona getur sársaukafullt á meðan þeir eru komin í gang, en svo einhvern veginn bara fer þetta að vera partur af programmet. Birgir, þú segir bara stoppa mig þegar þú vilt að ég hætti. Við höfum nú alveg svona korter í viðbót. Já. Þetta er mér dálítið hjartarsmál, ég get alveg bætt við viku, þannig að það er ekki þannig að ég verð að hafa tíma. En svona að öllu gamni eða einhvers konar gæskunni hérna þáttaldi, þá er þetta bara, þetta er svo ótrúlega stór mál sem að ég allavega finnst fyrir, ég held að sé fleiri sem er að sinna þessu, mann finnst oft svona já, að maður komið sér ekki alveg frá sér, skilur, að þetta svona virkar eins og maður sé að mála skattan á vegginn, skilur, þetta getur ekki verið svona, maður heyrir þetta oft svona og maður sé að reyna að vera bara heiðarlegur og bara leggja hlutina fram eins og þeir hafa byrst manni sjálfum og eru. En svo þegar að hins vegar illa fer, þá breytist þetta viðhorfið, en maður vill enginn, hvorki sjálfslega öðrum, að lenda í því eða verða fyrir því að það er aðstæður skapist. Og það er þungt að missa börnin sín í sjálfsvígi til dæmis. Og ásökunin, sjálfsákunin sem fylgir, þetta er bara harmleikur fyrir fólk að gangi gegn þetta. Af hverju greipið þið inn í, þá fara maður að kenna gerði skólinn ekki. Þetta er bara svona varnarmekaníkin sem fer að stað. Þá finnur maður náttúrulega þessu svakalega djúp sem mál er. Þá getur maður ekki að fundið bara til inn í sér. Það er bara einhver tröpp sem maður ekki getur það. Skiljið, maður sleppur ekkert frá þessu. Ég held að skólinn hérna geti svolítið farið sér á brjóst fyrir að vera að gera virkilega vel. Og gegnum árin hefur þetta farið, ég heldur sé á miklu hraðari niðurleið heldur en Svíar, til dæmis, bara með skólann hér. En svo hefur maður líka heyrt af því núna að í staðinn fyrir að íþróttafélög og svona íþróttalið, að það sé verið að drekka mikið, að þá er farið að taka sterkari efni. Af því að kókaín til dæmis, þú verður ekki þunnur af því ef þú tekur það einu sinni. Svona, hefur þetta eitthvað komið fram í umræðan? Þetta er það sem maður heyrir hérna á Austurlandi. Já. Við heyrum þetta, en ég allavega hef ekki, við höfum ekki getað testa fingur í raun á þessu sem okkar að segja að öðru leyti, og þá er ég ekki að segja að það sé vitleysa, við höfum ekki einhvern veginn getað rammað þetta inn, en það sem blekkir og þú bendir réttilega á, að það leyndi sér ekkert varðandi áfengisneysluna. Það leynir sér ekkert þegar einhver drekkur sér fullan að vera æla. Það blasir nokkuð við. Þannig hittir leyndara. Þannig að við fáum svona upplýsingar, eða hvað að segja, en við höfum ekki getað sett fingurinn á það. En það þýðir eins og maður segir stundum að það sem er reykur, það er mjög líklega eldur. Þannig að við gerum á þér á því þessum. Það er dýrara djam, en já. En svo er líka náttúrulega þetta, sem ég var aðeins að tala um krakkana áðan, sem er náttúrulega bara alveg svartasta alvara. Það er þetta dótari sem er bara verið að búa til í einhverjum bílskúrum og bara merkja. Bara meðskilur bara lyfja, bara frá tilteknum lyfjaframleiðendum eða lyf. Svo er bara verið að selja þetta með. Og það bara eitur að bara drast
sem er kannski ekki stóra mál, eða stundum er bara eitur, beint og bara beint í þessum efnum. Það er einhver sem finnst bara fyndið að einhver krakki takið inn og drefi sig. En ég vil eitt segja líka, og takk fyrir að draga fram birtuna í þessu, að ég hef nokkuð oft, og mér segja nokkuð oft komið inn í skóla, komið inn í sveitarfélög, þar sem að menn eru, og kannski sveitarstjórnir og skólaeigendur eru að reyna að verða við kalli og gagnrýni að það sé ekkert verið að gera. Og þá bið ég nú yfirleitt einn vinnudag fyrir svoleiðis, ekki bara svona stuttan fund. Þar sem er farið yfir nákvæmlega þetta, hvað er verið að gera á hálfu skólana? Hvernig er verið að grípa inn í þessa þekktu áhættu áhrifaþætti sem við, hvað er verið að gera í æskulýðs-, íþrótta- og tómstundastarfinu og svo framvegis, hvernig er foreldrastarfinu háttað. Oftar en ekki þá er þetta allt til staðar, en það vantar kannski tenginguna á milli. Það er það sem að fólk þau sem að gagnrýna að bregðast við. Milli kerfa, eins og við tala kannski ekki milli krakkana nei, milli Fjarðabyggðar og Verkneskóla. Já, eða milli skólans, framhaldsskólans og grunnskólans og félagsmiðstöðvarinnar, skólanna beggja, íþróttastarfsins, skilji. Það er þetta sem að kemur nánast alltaf undantekningum upp á yfirborð. Þetta er allt hérna, þeir eru bara að gera fína hluti, en það þarf bara að tengja. Og svo þegar það er búið, eftir smá tíma búin að finna sér einhverja ferla sem ég kalla eða tengingar, þá bara virkar allt. Þá bara fer þetta ganga nákvæmlega svo þannig að þá bara erum við í fjandi góðum málum. Og það er þetta sem að ég og fleiri við erum að reyna að kalla svolítið eftir núna. Nákvæmlega þetta, við erum ekkert sofandi. En af því ástandið er búið að vera gott ansi lengi, þá erum við svolítið slakkað á. Þetta er allt í stað. Sem ég nefndi í ráðan, mér finnst til dæmis félagsmiðstöðvarstarf bara það blómstrar víðast hvar. Og það hef ég ekki sett mig inn í nákvæmlega hvernig það er gert. Ég reikna alveg bara með því en það sem ég kemur. Ég segi ykkur frá því líka kannski svona að þeir bara sígu á seinni að þeir eru komið víða við og var meðal annars í bæjarstjórni mínu þáverandi heimasveitarfélagi í 16 ár. Þannig að ég er líka svona komið inn á sveitarstjórnardæmið. Við settum upp hjá okkur, og ég kann sagt hvað það er að setja þetta mest, við settum upp hjá okkur, við kallum þetta bara forvarnahópinn. Bæjarstjóri var talsmaður hópsins og hafði það hlutverk einu sinni á ári að kalla alla saman sem koma með einhverjum hætti að málefnum barna og ungmenna. Auðvitað voru það skólarnir og leikskólarnir og íþróttastarfið, kirkjan, æskulýðsstarf kom inn í og fleiri. Og við bara fórum bara yfir stöðuna eins og blasir við hverjum og einum. Þetta fóru bara inn 4-5 klukkutímar, þetta var bara einu sinni á ári. Og er eitthvað sem kallar á. Ef svo var, hvað úrræði sjáum, hvað leiðir sjáum, hver gæti þá séð það? Þannig að þarna voru að virkja stjórnkerfi bæjarins eða bæjarfélagsins. Við vorum að virkja grasrótina sem kvenfélagi kom að þessu. Þau vorum alls konar gagnvart svona síst yngstu börnunum, uppákomur og annað. Og þannig við héldum svolítið, hvað það var að kalla, stemmingunni uppi sem sagt fyrir því að við vildum gera betur. Við vorum þá rosalega ánægðir, við vorum árum saman vorum við með bestu útkomuna í könnunum í rannsóknum og greiningu. En þetta var fyrst og fremst bara tengingin á milli. Það var svona bregðastu við. Það var ekkert verið að ausa einum auka peningum til í þetta. Það þurfti ekki, því við vorum með þetta sem betur eins og þetta ísviðum með og leikur. Þannig að það er stóra myndin og viðurkenna það að þarna sé verk að vinna og annars að fara að mála enn og aftur skrattan á hérna leiknum. Þannig að þetta er ekki bæði gleðilegt og dapurt, sem ég er að segja. Síðastu 2 spurningar. Þannig að ég slepp á mikrófonum. Það var með þreytti í lok dags. Ég vissi heimur mikið svo sagði
sem áður var áfengi er núna fleira, áfengi, kannabis, einhverjar veipolíur, Sko, stuttasvarið er cirka þetta. Við sitjum núna allt í einu uppi með bara ótrúlegt mengi, ótrúlegt framboð af alls konar. Enn og aftur þegar ég var ungur, það var svona leiti sem voru að fara og byrja upp og torkóa. Þá var það áfengi og kannabis. Örlítið kókaín. Og þeir sem voru lengra komnir og kannski síðustu, þeir fóru svona í síðustu öllastíð og þetta. Þannig þetta er ofsalega einföld, mynd. Og með fóru sömu leiðina. Byrjaði að fyrsta að reykja, svo var það áfengi og svo kannabis. Og svo kom hitt svolítið svona einu lagi þá var maður komið yfir línu. Núna erum við bara eiginlega með hvað sem er. Og ég er löngu hættur, eða allavega fyrir þó nokkrum árum, að reyna að tala mikið skaðsemi einstakar efna. Þeir bara breyta svo með ég væri að tala. Það er að koma eitthvað nýtt. Og við höfum ekki undan. Menn eru það er ekki undan að hjá lögreglunum með þeirra greiningavinnu, þeir bara hrista hausinn og það einhver bílur og dekkið hvað er í þessu og svo er eitthvað gras og við veitum ekki hvað THC er í þessu eða hvað þetta getur og kannski er þetta bara afgangsstaða og hlöðu hjá bónda í Borgarfirði syðra. Það veit ekki. Það er þetta sem við sjáum því miður þennan hóp sem er að þyngjast. Að hann er einhvern veginn orðinn svo berskjaldandi. Það er svo erfitt að ná til hans af því að þetta er svo Ég á einu í lokin. Já, það er að gera. Eru einhverjar rannsóknir sem sýna fram á sama sem merki með fíkniefnaneyslu og þunglyndi? Já, það eru bara býsna góðar. Nú ertu að opna fyrir alveg svakalega greiði, Ég skal reyna að vera stuttur. Það liggur algjörlega til dæmis ljóst fyrir að það eru hrikalega sterk tengsl á milli kannabisneyslu og þunglyndis. Það er ekki hægt að segja kannabis veldur þunglyndi. En það er hægt að segja það er alveg sama hvort sem það veldur þunglyndi eða vekur tilhneigingar, útkoman er svo sama, fylgnin á milli er óhemjusterk. Og þess vegna eru svo margir, og bara ef þið talið við þá sem eru í meðferðarmálunum með kannabismálum, við bara vitum það. Ef einhver kemur inn við það er engin svona tilraunaneytindi sem þau eru með, það er bara þungi hópurinn. Við vitum það bara að við þurfum að taka þunglyndinu ef að viðkomandi er í kannabisneyslu. Þannig að það er ekkert verið að flækja málin, en það bara liggur alveg til dæmis hvað þetta varðar alveg á hreinu. Það er sama á við áfengi, það er svolítið öðruvísi áferð og það er lengri tíma til þess að og það er hefur líka á sig svona félagslega fletti. Þú missir tökin á bara lífinu á lengri tíma, þannig að þá byrjar þetta með depurð, þú ert að missa af, þú ert mislukaður og þú ert að ræða við laumingi og allt þetta sem menn eru upplifað með sjálfum sér. Þannig að það er líka svona menningar og félags. Hitt er bara húða efnafræði. Það var heimildaþáttur fyrir nokkrum árum náunga sem hafði tekið sér eigið líf. Og hann var geðhvarfasjúkur og geðhvörfin voru út af kannabisneyslunni. Eða þá að hann sagði að kannski hefði hann farið að sækja meira í þetta af því að hann var að finna fyrir einkennum. Það er þessi svona sem heitir þetta self-medication. Það er þannig þetta er sem með kannabis og ég þekki mjög marga til dæmis ADHD sem elska kannabis. Þeir bara elska kannabis. Því það bara gerir þeim eins og þau segja, það gerir mig bara fært að vera eins og annað fólk. En hafandi sagt það,
þá er það náttúrulega að leika sér að eldinum á sjálfsögðu. En það þýðir það að efnaáhrifin, þú var svona aðeins að vísa í þessa víxlverkun eða hvað í þessu, að hún getur verið býsna erfið og flókin. Og þau bara segja það fólk sem hefur verið ADHD-fólk, að bara fyrsta skiptið þegar sem að notaði kannabis, það var bara guðdómur. Fólk hefur ekki orð þess að lýsa þessum yndisleika öllum. En svo endar þetta fólk kannski eftir skamma tíma í allt annað öðrum veruleika. Og það segir okkur þetta hversu flókið þetta samspil er, því að auðvitað getum við sagt það er einhver ástæða fyrir því að við erum að nota þessi efni, hvað svo sem það heitir. Og það er svo ástæða sem við þurfum að taka með í reikningi líka, alveg eins og áfengi er að stóra hluta félagslega og menningar. Og eins með ýmis efni, þau eru svo bara með verkastillandi efni, auðvitað veit þessa beilingu. Og þess vegna er býsna varasamt til dæmis fyrir þá sem eru bara lifa á hverjum degi við sársauka. Það skilur bara mjög vel að maður leiti sér leiða til að losna við sársauka. Hvernig svo sem hann er tengdur við einhver erfiða sjúkdóma, hvernig svo sem þeir eru að bara það að þú hefur brotið þér þar á því skrokkinn og hann kemst ekki lag. Það getur vel skilur það, en þarna náttúrulega er þessi lína, hún er býsna sýkil. En við langar að spyrja varðandi slökkvunarprófið. Nú veit ég að það var áður bara tíma að kunna reyna erfiða aðeins leiðina. Því er eitthvað sem að segir okkur eitthvað að það hafi verið einhver árangur af því, eða er ekki hægt að sjá að þetta er líka að ganga að kvöldumsölum á Ég held að við ráðum ekki við það. Nei, nákvæmlega. Ég er það alveg kannski við uppgjöf hjá mér. Kannski við það stuttstígur en ég sé ekki ráðum við það. Eina svarið okkar sem ég var að segja við krakkana að láta ekki rugla í hausnum á sér. Eina svarið er það að við þurfum að taka svolítið þess ákvörðuna. Sjálf að þetta alveg sama hvað þetta heitir, við erum ekki að nota það. Og það er kannski hægara sagt en gert, en það er eina leiðin sem ég sé, því að þetta er svo yfirþyrmandi. Því að sjá bara og að ég að svona aðgang að einhver fólki sem er í þessu neyslu, en treystir mér fyrir að sýna mér og það sem þau eru að sýna mér. Og síður, fésbókarsíður, vefsíður, alls konar sem ég veit ekki huga hvernig ég geti fundið eða komast að. Þau bara klikka á þetta og bara, það var eitthvað sem talaði með hladbor og þetta er ríkulegt hladbor af öllum fjöndan. Þannig að ég er svolítið í uppgjöf gagnvart þessu. Ég held að þess vegna sé þetta þessi forvarnar nálgun að við getum einhvern veginn að brynja okkur sjálf og krakkana okkar og umhverfið gagnvart þessu. Þá þetta einhvern veginn inn hjá okkur. Þetta er bara ekkert fyrir okkur. Það er einfalt að segja. Já, bara kæra ekki við samverðum.